ekki á upptökun og byrja? Hefum við fund á ný eftir fundarhlé. Við erum hér á 1301. Hvað segir maður? 1301. fundi bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar og við erum í fundarlið númer 2 og komið að afgreiðslu varðandi skipan skipulags- og umhverfisráðs og það verður afgreitt með þeim hætti að forseti les upp nöfn aðalmanna sem þá tillaga skipan ráðsins og bæjarfulltrúar fá þá tækifæri til að greiða atkvæði fyrir hvert og eitt nafn. Í fyrsta lagi þá gerð tillaga skipan í skipulags- og umhverfisráð að aðalmaður og formaður verði bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem samþykkja það kjörsólargjöfamerki. Það er samþykkt 9-0. Í öðru lagi að aðalmaður og varaformaður verði bæjarfulltrúi Ólafur G. Adolfsson sem gefa það er 9-0 og að þriðji aðalmaður verði Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir og það er samþykkt með 5 atkvæðum ykkur á móti. Einn bæjarfulltrúi sem greiðir atkvæði gegn þeirri skipan. 3 sitja hjá. Varamenn í skipulags- og umhverfisráð. Þar er gerð tillaga að breytingu að varamaður verði Ragnheiður Stefánsdóttir í stað Ásu Katrínar Bjarnadóttir. Þeir sem samþykkja það kjörsólargjöfamerki. Það er samþykkt 9-0. Síðan er það næst í röðinni tilnefning fulltrúa í stjórn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og þar er gerð tillaga breytingu á skipan varamanna að þar verði varamaður Valgarður L. Jónsson í stað Gerðar Jóhannu Jóhannsdóttir. Þessi samþykkja það kjörsólargjöfamerki. Það er samþykkt 9-0 og næst er það þá tilnefning fulltrúa á aðalfund Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Þar er gerð tillaga breytingu á skipan varamanna að Valgarður L. Jónsson verði varamaður í stað Gerðar Jóhannu Jóhannsdóttir. Þessi samþykkja það. Það er 9-0 og að síðustu tilnefning fulltrúa á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þar er gerð tillaga breytingu á skipan varamanna að varamaður verði Kristinn Hallur Sveinsson í stað Gerðar Jóhannu Jóhannsdóttir. Þessi samþykkja það kjörsólargjöfamerki. Það er samþykkt 9-0 og þá látum við þessum dagskrárlið lokið og förum í þriðja mál á dagskrá sem er málefni Fjölbrautaskóla Vesturlands, ályktun bæjarstjórnar Akraness Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi og forseti les hér upp tillögu að ályktun bæjarstjórnar málefni Fjölbrautaskóla Vesturlands og gef síðan orði laust í framhaldi af þeim lestri. Tillaga að ályktun bæjarstjórnar hljóðar svo: Bæjarstjórnin á Akranesi lýsir þungum áhyggjum yfir stöðu mála í Fjölbrautaskólum Vesturlands á Akranesi. Ljóst er að mikil óánægja ríkir innan skólans og að allir starfsmenn eru í slæmri stöðu, jafnt stjórnendur sem kennarar og aðrir starfsmenn. Bæjarstjórn skorar á yfirvöld menntamála að grípa nú þegar til nauðsynlegra aðgerða svo að sátt skapist innan starfsmannahópsins. Nauðsynlegt er að Fjölbrautaskóli Vesturlands fái gegnt sínu meginhlutverki sem er að vera mikilvæg menntastofnun og máttarstólpi fyrir samfélagið á Akranesi og Vesturlandi öllu. Orðið er laust. Það er enginn sem kýs að tjá sig þetta. Þeir sem samþykkja það að þessi ályktun fari frá bæjarstjórn varðandi málefni Fjölbrautaskólans kjörsólargjöfamerki. Það er samþykkt 9-0.
Þá förum við í 4. mál á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 1909-276. Þetta er fjárhagsáætlun viðauki. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 14 við fjárhagsáætlun ársins 2019 á fundi sínu þann 10. október síðastliðinn og vísar til endanlegrar samþykktar í bæjarstjórn. Viðaukinn felur í sér tilfærslur á milli verkefna en er án breytinga á heildarfjárhæð fjárfestinga í áætluninni. Og orðið er laust varðandi þennan viðauka. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Forseti kynnti hér málið, fjárhagsáætlun viðauka. Þetta felur í sér nokkra liði sem að koma þarna fram. Það eru 2 þessara liða sem eru nýframkvæmdir í gatnagerð og breiðin Langisandur sem eru undir í áætlun í fjárfestingum og aðri liðir sem eru yfir, þannig að þetta eru tilfærslur á milli verkefna, þannig að bæði áætlun og viðauki fela í sér sömu upphæð, því að þetta skiptist fyrir á milli verkefnana sem eru 271.500.000 og fjárfesting 12 milljónir í sitthvorum hlutanum, þannig að það er engin aukning hvað varðar þetta, eingöngu tilfærslur á milli verkefna. Sem sagt, það hefur verið fært frá til dæmis götum og viðhaldi, gangstéttum, eða inn á götur og viðhald, gangstéttir, Hreystigarður, Langasand og Guðlugu frá öðrum verkefnum sem að hafa verið undir í áætlun. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi viðaukann? Svo er ekki og þeir sem samþykkja viðauka númer 14 við fjárhagsáætlun ársins 2019 gjöra svo leggja á merki. Hann er samþykktur 9-0. 5. mál á dagskrá hefur málsnúmerið 1905-206 hleðslustöðvar á Akranesi samstarf. En bæjarráð samþykkti reglur styrki vegna hleðslustöðva á fundi sínu þann 10. október síðastliðinn og vísar reglunum til endanlegra samþykktar í bæjarstjórn Akranes. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem að óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og þeir sem á hlýða. Ég vil koma hérna upp til að fagna þessu samkomulagi. Ég held að þetta sé til að vera mjög mikilvægt skref í þeirri innviðu uppbyggingu sem við höfum verið að boða á þessu kjörtímabili. Ég ber mikla vænting til þessa samstarf við Orkuveituna og held að þetta ætti að vera farsælt fyrir okkur, fyrir bæjarfélagið. Og finnst þetta bara virkilega spennandi hlutir í gangi. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða reglur og hleðslustöðvar. Það er bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla bara að taka undir fögnuð Ragnars, bæjarfulltrúar Ragnars. Já, ég er Sæmundssonar. Það er mikilvægt að við hér á Akranesi tökum þátt í þessari uppbyggingu á rafhleðslustöðvum og það er bara líka mikilvægt að við nýtum þau tækifæri sem bjóðast þegar fyrirtæki sem við höfum hluti í er að bjóða upp á svona samstarf. Þannig að ég held að þetta sé byrjun á einhverju góðu. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi hleðslustöðvar og samstarf. Svo er ekki. Þá bið ég þá bæjarfulltrúa sem að vilja samþykkja reglur styrki vegna hleðslustöðva fyrir rafbíla og fjöleignarhús að gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. 7. mál á dagskrá hefur málsnúmerið 1906-102. Þetta er deiliskipulag Skógarhverfi 1. áfangi Aspaskógar 18. En umhverfis- og
Skipulagsráð samþykkti að nýtingarhlutfall A og B rýma á lóðinni verði 1,33 í stað 1,20 samkvæmt deiliskipulagi, en aukin nýtingarhlutfall skýrist af stækkun kjallara og gerð svalaganga, B rýma, umfram það sem gert var ráð fyrir í deiliskipulagi. Byggingin er innan byggingareits og ákvæða hámarkshæð, þannig að umfang byggingarinnar eykst ekki. Fjöldi íbúða og bílastæða er í samræmi við deiliskipulag og breytingin varða því ekki hagsmuni annarra en Akraneskaupstaðar og umsækjenda og telst því óverulegt frávik frá deiliskipulagi. Orðið er laust varðandi þessa tillögu. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá bið ég þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja umsókn um byggingarleyfi og óverulegt frávik frá skipulagsmálum varðandi Aspárskóga 18 að gjöra svoleiðis gefa merki. Það er samþykkt 9-0. 7. mál á dagskrá og það hefur málsnúmeri 1907-083 og forseti vill byrja á að taka fram að það var rangur titill í útsendri dagskrá á þessu máli. Það sem stóð landakaup, þetta mál snýst ekkert um landakaup heldur lóðamörk og þetta er sem sagt lóðamörk Vogar og Kalmarsvík 2, ekki öll örnefnasúpan sem það fylgdi síðan þar á eftir í útsendri dagskrá. Þetta er sem sagt lóðamörk Vogar og Kalmarsvík 2, en landeigandi hefur óskað eftir leiðréttingu á lóðastærð og telur að mistök hafi verið gerð árið 2007 við afmörkun lóðar við hliðina sem er Vogar Kalmarsvík nr. 1 með þeim afleiðingum að lóðin hafi verið þá skráð minni en hún á að vera. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að spildan Vogar Kalmarsvík 2 verði skráð samkvæmt lóðarblaði dagsettu 19. júlí 2018. Málinu er hermed vísað til endanlegrar ákvörðunar bæjarstjórnar Akraness. Sem að vill kveða sér hljóðsvarandi þetta mál. Svo er ekki. Þeir sem að samþykkja það að þessi lóð verði skráð samkvæmt lóðarblaði frá 19. júlí 2018 gjör svoleiðis gefa merki. Það er samþykkt 9-0. 8. mál á dagskrá hefur málsnúmeri 1909-209 Orkuveita Reykjavíkur uppskipting ON með Orku náttúrunnar. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 10. október síðastliðinn að veita heimild fyrir stofnun nýs dótturfyrirtækis sem taki við hluta af starfsemi Orku náttúrunnar, eða ON. Breytingin er fyrst og fremst bókhaldsleg og hefur engin áhrif á viðskiptavini ON eða starfsfólk fyrirtækisins. Við uppskiptingu Orkuveitu Reykjavíkur með lagaboði í ársbyrjun 2018 voru tekjur ON sem sér virkjanarekstur og raforkusölu á samkeppnismarkaði að meiri hluta í Bandaríkjadölum. Í samræmi við árshlutafélög var Bandaríkjadalur starfrækslu gjaldmiðill fyrirtækisins og gilti svo ákvörðun í 5 ár eða til ársloka 2018. Vegna lágs álverðs hefur sú breyting orðið á tímabilinu að minni hluti tekna ON er nú í erlendri mynt og því mikilvægt að greina á milli erlendra og innlendra tekna í mismunandi félögum sem hafa þá tekjur og útgjöld í sömu mynt. Og bæjarráð vísar hér með ákvörðuninni til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar samþykktar. Og orðið er laust varðandi þessa tillögu. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá bið ég þá bæjarfulltrúa sem að eru samþykkir stofnun dótturfyrirtækis Orku náttúrunnar sem taki við þeim hluta af starfsemi fyrirtækisins sem hefur tekjur og gjöld í erlendri mynt að gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Og þá er almennum erindum þessu fundi lokið og við förum í að leggja fram fundargerðir. 9. fundaliður málsnúmer 1901-005. Þetta er fundargerðir bæjarráðs á árinu 2019 og hér eru lagðar fram 2 fundargerðir nr. 3385 frá 10. október síðastliðnum og 3386 frá 14. október síðastliðnum. Og orðið er laust varðandi þessar 2 fundargerðir. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fara hérna í örfá atriði í fundargerð nr. 3385 frá bæjarráði og fyrst langar mig aðeins að fara í mál nr. 3 sem Suðurgata 108 og ég átti ekki tök á því að sitja á fundinum í klukkustund þannig að varamaður minn bæjarfulltrúi Ragnar Baldur Sæmundsson kom inn á fundin í minn stað vegna sem var að sinna hinni vinnunni aðeins að það hafa átt sér stað nokkuð verðmat á húsin á Suðurgötu 108 og sem sýna það að við gætum mögulega fengið verð fyrir húsið og það svona og niðurstaða meirihluta bæjarráðs hvað varðar þetta mál var að undirbúa það að Suðurgata 108 fari í söluferli en athuga og sem hluti af þeirri ákvörðun að athuga hvort að það væri hægt að setja ákveðin skilyrði eða hvað endurbætur á húsinu og það sem núna verið í vinnslu innan bæjarins og málið á að koma inn á næsta fund bæjarráðs sem á fimmtudaginn og þá fáum við að sjá hvernig málið getur litið út, hvernig dæmi getur litið út og hvort okkur sé mögulegt að setja kvaðirnar á og hvað það þýðir og svo ástæða að ég styð þetta mál bara það að við þarna eru fjármunir og að samkvæmt arkitektum þá samræmist Suðurgöta 108 þeirri götumynd sem og skipulagi sem verður á Suðurgötunni. Dagskrárliður nr. 6 við vorum búin að fara í 4 og 5 hérna undir almennum erindum hérna á bæjarstjórnarfundi en dagskrárliður nr. 6 að þar fjallaði Ía að Hörður Helgason fulltrúastjórn Ía kom á fund bæjarráðs og ræddu endurskoðun og rekstrarsamningi milli Ía og Akraneskaupstaðar en svona ástæða þess að hann sótti að fá að koma á fund hjá okkur að það var fundur hjá Ía og þeim finnst skorta skýra framtíðarsýn kannski svona hvernig við ætlum að koma að þessum málum á næstu árum og þessum málum bara vísað inn til fjárhagsáætlunar gerðar 2020 sem í gangi og verður bara unnið úr því þar málefni heilbrigðisstofnunarinnar málefni nr. 7 það komu Jóhanna Fjóla og Þura Björk þær komu á fund bæjarráðs og við fórum bara yfir málefni stofnunarinnar þessar öflugu stofnunar sem hefur alls konar tækifæri á því að vaxa og dafna og þetta var mjög bara fróðlegu fundur og gaman að eiga spjall við þær það bókasafn framtíðarinnar, það dagskrárliður nr. 10 það kom hún Ella María Gunnarsdóttir forstöðumaður menningar og safnamála kom fram á fundir og kynnti tillögu framtíðarsýn bókasafn Akraness fram til ársins 2023 og fór yfir það að bókasafni geti verið miðstöð tækni og þekkingar og samverustaður fyrir hina ýmsu viðburði og bara heilmikil vinna búin að eiga sér stað þar sem að það hefur verið ákveðið úrtak íbúa hér á Akranesi sem hefur komið að þessari vinnu ótrúlega flott vinna og það var sem niðurstaða bæjarráðs að samþykkja tillöguna en frammynda verkefnisins ræðst þó á fjárveitingum í fjárhagsáætlun sem við erum núna á fullu í og bæjarráð felur forstöðumanni menningar og safnamála að vinna verkefnið áfram það fór fram útboð núna í haust á rekstri og umsjón bíóhallarinnar það dagskrárliður 11 það barst eitt tilboð í rekstur og umsjón bíóhallarinnar sem var frá vinum hallarinnar og bæjarráð samþykkt að gengi yrði til samninga við vini hallarinnar á þessum forsendum útboðsins dagskrárliður nr. 12 það heimaskagi tónlistarhátíð mér langar nú bara að segja að mér finnst þetta bara ótrúlega flott framtak og frábært framtak hjá þeim aðilum sem fengu þessa hugmynd og vona að allir sé bara búin að tryggja sér miða og því að það heldur bara örfáir miðar eftir bara í gær og bara
fagna þessu frumkvæði þeirra sem standa að þessu og það var samt niðurstaðan að þetta mál kom inn til bæjarráðs af því að það var óskað eftir styrk að fjárhæð 450.000 króna til að halda þessa hátíð og það var samþykkt en bæjarráð bendir forsvarsmönnum hátíðarinnar á að beina styrkbeiðni á árinu 2020 til uppbyggingarsjóðs Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Bæjarstjóri fór yfir stöðuna á byggðasafninu á Görðum á sýningunni sem er dagskrárliður 13 á þessum fundi. Dagskrárliður 14 var alveg einstaklega skemmtilegur, ekki það að verkefnin á þessum fundi sé ekki skemmtileg, en bara ótrúlega skemmtileg sem er nafngift á frístundamiðstöðinni við Garðavöll að komi alls konar flott nöfn, misflott en öll flott og sem sagt við skoðum þetta bara og þökkum bæjarstjóra fyrir þá vinnu sem hann innti af hendi vegna verkefnis af því við fólum honum það á fundi bæjarráðs fyrir einhverju síðan að koma sér ferli og niðurstaða bæjarráðs var að fá álit á þessum nöfnum frá stjórn golfklúbbsins og hvort þeim litist einstaklega vel á einhver nöfn þarna sem að komu fram eða þá að fá jafnvel sjálfstæðar tillögur frá stjórninni. Dagskrárliður 15 fyrirgefiði. Það var þarna ætluðu við að vera með vinnu með fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2021-2023 en það vantaði aðeins upp á gögnin eru tilbúin og þess vegna var blásið í aukafund í bæjarráði þann 14. október og ég ætla bara aðeins að ávarpa vinnu við fjárhagsáætlun á þeim fundi sem er þá fundur 3386 en þar var aðalmálið á dagskrá. Það var vinna við fjárhagsáætlun og fara að sjá glitta í þann ramma sem við höfum í fjárhagsáætlunargerðinni og á þessum fundi bæjarráðs þá var úthlutuð við A- og B-ramma til fagráða bæjarins og nefnda, menningar og safnanefndar. A-rammi snýst það sem að ráðin vilja sjá í helstu forgangsröðun og B-rammi snýr að því sem við myndum síðan vilja sjá næst koma inn. Ég er búin að vera að hlera aðeins svona hvað ýmsum ráðsmönnum finnst þessa vinnu og þetta er nýtt fyrirkomulag að mér heyrir svona ríki almenn ánægja með þetta fyrirkomulag að því að við nefnum bara til dæmis að velferð og mannréttindar á það ætti best að þekka kannski til þeirra beiðna og hvar þörfin liggur og svona í þessum málum þannig að en síðan er fundur í bæjarráði á fimmtudaginn þar sem að við fáum inn á borð okkar vinnu fagráðana og það verður gaman að vinna úr því en síðan líður mjög að því að vinnu við fjárhagsáætlun hvað var að fyrri umræðu ljúki, tíminn líður hratt, það er bara 1,5 vika eða til við þurfum að búin að afgreiða út á bæjarráði og næsti fundur bæjarstjórnar er þá fyrri umræða fjárhagsáætlun þannig að ég er nóg að gera og gaman að því. Já, ég hef lokið máli mínu að sinni. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mig langar aðeins að ræða Suðurgötu 108 og í rauninni taka undir bókun fulltrúa sjálfstæðismanna í bæjarráði, með bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur að lýsa yfir andstöðu minni við það að við seljum þetta hús og höldum því inn í skipulagi með þau í rauninni gögn sem að fyrirliggja í málinu. Ég
tel, og það kemur svo sem líka fram að því að formaður bæjarráðs Elsa Lára Arnardóttir vísaði til þess að arkitektarnir hefðu sagt að þetta færi ágætlega götumynd Suðurgötunnar, að þá taka þeir jafnframt fram að þetta setji þá götumynd í ákveðið form, það setur því skorður. Og ég velti því bara fyrir mér hvort að fólk hafi líka skoðað verðmæti þá í rauninni skipulagsins í heild sinni út frá þessum hlutum, burt séð frá þessu eina húsi sem að stendur þarna. Það er að segja, væri þetta landsvæði verðmætara ef við myndum rífa húsið og hugsa skipulagið öðruvísi. Þannig að mér finnst svona að við vera að setja okkur einhverjar skorður í þessu sem að eru óþarfar, og ég skil ekki alveg á hvaða vegferð við erum í þessu máli. Varðandi lið númer 6, framlög eða rekstur, samskipti og samningar, að þá held ég að sé mikilvægt að við náum svona betri yfirsýn yfir öll þau framlög sem að við veitum íþróttahreyfingunni á Akranesi. Ég veit að bæjarstjórinn okkar var búinn að vinna ágætis svona drög að slíku yfirliti í fyrra, ef man rétt, og við í skóla- og frístundaráði höfum óskað eftir í rauninni uppfærslu á því, af því að það er í rauninni auðvitað mikilvægt að styðja vel við íþróttahreyfinguna, en það er líka bara mikilvægt að við skiljum þá í rauninni, og allir séum við sama skilning á því hvaða fjármuni við erum að leggja inn í það starf. Nú, ég tek undir með formanni bæjarráðs varðandi heimaskaga tónlistarhátíðina. Mér finnst þetta frábært framtak og ég ætla svo rétt að vona að ég nái að tryggja mig miða á þessa tónlistarhátíð. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Orðið er enn laust fundargerð bæjarráðs og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Mér langar að koma inn upp til þess að tjá mig mál númer 3, það er að segja Suðurgötu 108. Ég held að þarna bara kristallist misjöfn sýn á hlutunum. Ég sé ekki af hverju við þurfum að rífa þetta hús upp á heildarmyndina. Við erum með hús við sömu götu sem eru með sömu megin við götuna sem er alls konar í laginu. Allt frá því að vera ábyggilega 35 fermetrar grunnfleti, og við erum með Bárujárshús sem munu þá sjálfsagt ný hús að rísa við hliðina á. Eigum við að rífa þau? Við erum með alls konar hús hinum með götuna. Eigum við að rífa þau? Hvar eigum við að stoppa? Það sem ég held að verði bara mjög skemmtilegt þarna, að það er að bara það mætist nýr og gamall tími. Það er svolítið það sem við erum líka að hugsa með eins og með þéttingu byggðar. Þar komum við inn með nýbyggingaform í blandu þau gömlu, og ég skil ekki alveg þessa raun og veru hversu mikla skoðanir eru það verði að rífa þetta hús. En það er bara mitt, og þar kristallast okkar misjafna sýn á málið, en ég spyr bara einfaldlega, hvar eigum við að stoppa? Hvar eigum við að stoppa ef við rífum þetta? Takk fyrir, Ragnar B. Sæmundsson. Næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég kem hérna líka upp undir fundargerð bæjarráðs númer hvað? 3385. Já, 3385.
og liður 3 með Suðurgötu 108. Ég er eiginlega dálítið sammála Ragga varðandi fyrirgefið, sammála Ragnari B. Sæmundssyni, fulltrúa, bæjarfulltrúa. Ég biðst velvirðingar á þessu mistökum. Ég er að læra og vonandi verður þetta orðið gott í september. En já, missti ég þráðan. Hvenær á að rífa hús og hvenær á ekki að rífa hús. Ég held að þegar menn skoða svona mál þá sjá menn oft eftir húsum sem hafa verið rifin. Og eins og götumynd og uppbygging á Akranesi hefur verið í gegnum árin, þá er þetta nú oft dálítið hrærigrautur á lóðum þar sem maður getur séð á sömu lóð hús frá hinum ýmsu stílum og árum og bara eftir því hvernig lóðirnar hlutuðust niður á sínum tíma. Og það er náttúrulega í sjálfu sér eitt af einkennum Akranes, eins og kom fram í skýrslunni Berla við Faxaflóa, minnum hún heiti, þar sem var farið yfir húsagerðir og hús á Akranesi og tekið fram að þetta hús væri nú eitt af þeim sem hefði ákveðin stíl og væri verðmætt. Þannig að ég held við ættum að sjá hvort það er peningavirði og ég held við séum ekkert endilega að ef það er engin áhuga á því þá náttúrulega er hægt að rífa það. Þannig að við erum svo sem ekki að loka neinum dyrum þar. Varðandi mál með 12 þá heimaskaga, þá er það frábært framtak og ég fagna því. Þetta er skemmtileg format af tónlistarhátíð og ég er búinn að tryggja mig með það. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristján Eldur Sveinsson. Ég ætla að óska eftir, já, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, næstur á mælendaskrá, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á líða. Ég hafði nú hugsað mér að vera hitt að blanda mig mikið meir í umræðunar en það sem að Suðurgata 108 er orðið hittamál og þá ætlaði ég að koma aðeins upp og tjá þá skoðun mína sem hefur verið alveg þekkt að ég vil sjá þetta hús í burtu. Ég vil ekki eins og er að koma fram þá núna einhverjar hugmyndir það að þetta hús farið að ráða einhverju formi á þá götumynd, þannig að þeir sem byggja við hliðina þurfa að fara að taka tillit til þess. Það er svo langt frá því sem að mér finnst hafa verið hugmyndir með þessu hverfi. Þarna var hugmyndin alltaf í umræðinni þó hún hafi kannski ekki farið hátt og samt hefur hún verið nefnd hér að húsin sem sagt við Suðurgötuna þarna megin Suðurgata 108 hún myndi fara og svo þar á meðtalið myndu öll hús upp að gamla Danielsveistaði víkja. Þannig að þá fengjum við svona heilstæða mynd á nýju hverfi með nýjum húsum. Þetta er mín skoðun. Þetta var tölvöld í umræðinu og kom svo þessi kúvending í máli núna með nýjum meirihluta. En verðmæti og ekki verðmæti, ég held að þetta sé sennilega ein dýrasta lóðin sem er þarna og þá lóðirnar þarna í kring. Ég held að þetta geti verið mjög falleg hús og í þeirri umræðu sem við hefur verið að feta okkur í hér með lóða eða gatnagerðargjöld, hvort við getum haft suma lóðir þá dýrari heldur en aðrar, að þá er
er þetta alveg kandidat í það að verða frekar dýr lóð. Þannig að þegar við förum að reikna verðmætið þá er þetta alltaf spurningin hvað gætum við selt þessa lóð og eins og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom hér inn á, erum við þá kannski hugsanlega að gera lóðirnar í kring verð minni út á það að það sé einhverjar ákveðnar kvaðir. Ég hafði nú, eins og ég sagði hér áðan, ekki hugsað mér að koma hérna upp því þá hefði ég freistast til þess að fara að ræða hérna 12. liðinn líka. En ég er kannski ekki alveg þar sem allir aðrir bæjarfulltrúar hafa verið sem að komið hafa hér upp. En samt, ætla ég samt að hérna hrósa bæjarráði hvað þeir hafa verið í góðu skapi þennan daginn því að hérna ég kom hér upp daginn og kvartaði yfir því að þeir hefði ekki verið í góðu skapi þegar fótboltastrákarnir okkar sóttu styrk. Þarna erum við í rauninni gæti, ef við værum mjög svona, hvað maður að segja, leiðileg, sem ég get stundum verið, að þarna erum við í rauninni að niðurgreiða skemmtun fyrir einhverja nokkra aðila af bæjarfé. Þannig að þetta er svona, þetta er alltaf erfitt að taka ákvörðun það hvað við eigum að styrkja og hvað við eigum ekki að styrkja, en bæjarráð hefur greinilega verið í góðu skapi þennan daginn og það er nú alltaf gott þegar þau eru í góðu skapi. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Ég ætla aftur að óska eftir að fá að stíga á stóli forseta og hérna óska eftir því að varaforseti leysi mig af. Fyrsti varaforseti Einar Brandsson. Já, við ræðum hérna fundargerð bæjarráðs og það er bæjarfulltrúi Valgarður Líndal Jónsson sem hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að eins og fleiri hafa gert fá að ræða hérna þriðja lið á fundi 3385, Suðurgötu 108 og aðeins að fá að útskýra mitt mál vegna þess að ég hef tekið svona ákveðnum sinnaskiptum í þessu máli. Ég var alveg á því eins og bæjarráð allt var hérna í vor að þetta hús skyldi fá að víkja og yrði rifið og einfaldlega vegna þess og ég bara verð að viðurkenna það, ég byggði það ekki á öðru en því að mér hafði verið sagt að þetta hús væri ónýtt og þegar ég síðan fór sjálfur og horfði á húsið og kom inn í húsið að þá bara trúði ég því alveg vegna þess að þegar maður virðir þetta hús fyrir sér að þá trúi ég því alveg að það sé ónýtt. En síðan hafa bara komið aðrar upplýsingar og þær hafa allavega sannfært mig það að þetta hús sé ekkert endilega ónýtt. Það sé hægt að bjarga því. Ég fór inn á vef Akraneskaupstaðar, ég er hérna inn á íbúagáttinni og opnaði hérna deiliskipulagstillögu sem er reyndar óskráð og ósamþykkt en er eitt af gögnunum sem hefur komið frá Ask Arkitektum og þetta er deiliskipulagsuppdráttur dagsett 31.3.2017 og á þessum uppdrætti frá Ask Arkitektum
verið að skipulag Semisreitsins alls sett upp og þar sjáum við meðal annars að á þessu blaði að ef við bara förum eftir þessari hlið Suðurgötunnar frá Mánabraut og upp að Skagabraut, og þá á horninu á Mánabraut Suðurgöta 90, 2 hæða hús, og svo eru teiknuð inn á lóðir númer 92, 94, 96 og 98 einnig 2 hæða hús af svipari stærð og svipuðu flatamáli og Suðurgöta 90 Svo kemur merkigerðið og krossar Suðurgötuna. Næst kemur Suðurgöta 100 sem á að verða stórt 2 hæða hús, nýtt hús, væntanlega nokkurra íbúða hús. Næst Suðurgöta 108 og svo þar í framhaldi eru teiknuð inn ný hús númer 110, 112 og 116 sem eru allt 2 hæða hús og svipuða flatamáli og Suðurgöta 108. Þannig að það er ekkert nýtt að Suðurgöta 108 hafi ykkur afgerandi áhrif á götumynd Suðurgötunnar. Það eru fleiri hús sem hafa áhrif á götumyndina. Suðurgöta 90 hefur greinilega áhrif á húsaröðina sem að það kemur í framhaldi upp að merkigerði. Og já, Suðurgöta 108 hefur greinilega áhrif á það sem að kemur í næsta nágrenni við það. Suðurgöta 100 hins vegar, já, það kannski helst að það taki mið af húsunum á móti, Suðurgötu 99 og Suðurgötu 103, sem eru einnig svona 2 hæða hús nokkuð stóra flatamáli. Þannig að það er ekkert bara þannig að Suðurgöta 108 hafi afgerandi áhrif á væntanlega götumynd. Væntanleg götumynd tekur bara yfirleitt mið af þeirri byggð sem er þarna fyrir, ekki bara þessu eina húsi. Mér finnst það ábyrgðarhlutur að henda verðmætum, og ef að það kemur í ljós að í Suðurgötu 108 felist verðmæti, að þá er ég bara á því að við eigum ekki að rífa það og henda því, þannig að það væri sóun af verðmætum. Og það er það sem að veldur mínum sinnaskiptum í málinu. Við tvö í bæjarráði, ég og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, við óskuðum meðal annars eftir því að fá að sjá þrívíddarteikningar af væntanlegu útliti hússins miðað við götumyndina, og við erum búin að fá að sjá þær. Þær myndir sannfærðu mig enn frekar það að það væri þess virði að halda í þetta hús, vegna þess að það gæti orðið fallegt þarna og fallið vel inn í væntanlega götumynd. Þannig að svona bara lítum við misjöfnu augum á gögnin. Einhverjir aðrir gætu litið á sömu myndir og fundist þetta hundljótt og vilja henda þessu húsi, en þessa myndir sannfærðu mig það að það gæti farið vel þarna og orðið sómi að því. Svo ætla ég að taka hérna fram að lokum að ég er löngu búinn að kaupa mér miða á Heimaskaga og hlakka geggjað mikið til. Já, Valgarður Lyngdal Jónsson hefur lokið máli sín, eru fleiri sem óska eftir. Það er Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Já, það er greinlegt að við lítum aðeins ólíkum augum á Suðurgötu 108, og auðvitað er það þannig að í kringum í hverju skipulagi þá hafa auðvitað þær eignir sem þar eru fyrir einhver áhrif. En ef ég horfa á þetta þá stendur Suðurgöta 108 dálítið ein og sjálf núna á því svæði sem við erum að fara að endurskipuleggja, og það er í rauninni bara sú spurning sem ég varpa fram er, hafa menn velt því fyrir sér
hvort við séum raunverulega þá að kasta verðmætum á glæ með því að ákveða að láta húsið standa. Ég er ekki þekkt fyrir það hér að vilja sóa fjármunum. Ég held að við getum öll verið sammála það. Og mér finnst bara að við séum að setja okkur ákveðnar skorður með því að halda þessu húsi, og ég velti því fyrir mér, og svo sem hvort að í rauninni lóðin sem slík sé meira virði heldur en í rauninni það verðmat sem sett á húseignina, og þá í rauninni þær lóðir sem eru þar í kring, eftir því hvernig við skipuleggjum. Og auðvitað náttúrulega ef við ákveðum að láta húsið standa, alveg eins og arkitektarnir benda á, þá setjum við okkur ákveðnar skorður. Það er bara þannig, meiri skorður heldur en ef við gerum það ekki. Og menn spyrja, ok, hvað er að ganga langt? Það eru auðvitað alltaf matsatriði hvað við að ganga langt hverju sinni, en það er allavega mín skoðun að þetta hús sé í rauninni meira fyrir heldur en kannski mörg önnur, og ég myndi horfa á í rauninni bifreiðaverkstæði Daniels, eins og ég held að bæjarfulltrúi Einar Brandsson hafi minnst á, og það væri svona að þanga niður eftir myndum að vilja sjá í rauninni nýtt skipulag og nýja byggð algjörlega. Og auðvitað eru hús móti, og auðvitað eru einhver hús út allan bæ sem að passa misvel saman, en það þýðir ekki það að við getum ekki hort á þetta og hugsa, ok, hvernig getum við búið sem heildstæðasta og fallegasta götumynd í rauninni með það frábæra byggingarland sem við eigum hana. Og mér finnst bara að við séum að setja okkur ákveðna skorður. Ég ætla ekki að segja það að þeir geti ekki komið einhver gögn fram í málinu sem að breyta minna afstöðu, en ég er allan að þessari skoðuna núna. Og svo það sé sagt, þá er ég líka komin með miða á heimaskrá. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúin Sandra Margrét Sigurjónsdóttir er lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir, og það er bæjarfulltrúin Ragnar B. Sæmundsson sem tekur til máls fyrir svo. Bæjarfulltrúar, forseti og bæjarstjóri og aðeins sem á Hlíða. Mönnum hefur verið tíðrætt Danielsverkstæði. Ef við hugsaum, ég veit ekki, 5 að 10 ár aftur í tímann, áður en það hús var gert upp að miklu myndarleik, hefðu við viljað rífa það til dæmis? Það leit ekki glæsilega út. Hefði það ekki hlotið sömu örlög? Mín persónulega skoðun er svo að Suðurgöta 108 sé mjög fallegt hús. Það hefur hins vegar ekki verið sinnt neinu viðhaldi, en ég held að með þarna það sé hægt að endurreisa þann glæsileika sem mér finnst þetta hús hafa. Þannig að ég held við eigum að hugsa okkur vel eins og ég segi, með Danielsverkstæði. Ef við horfum tilbaka hefðu við viljað rífa það hús. Hugsanlega, finnst mér finnst sömu rök eiga við þar eins og hafa komið fram hér í málinu. Það var ekki fallegt og þá verður það að fjúka. Það hefur verið velt úr spurningunni hvort við séum að kasta fjármunum á glæ, og þetta sé hugsanlega dýr lóð miðað við lóðaverð í dag sem við erum innheimt á bænum. Þá lóðaverð þarna rúmar 5 milljónir. Með þær tölur sem hafa komið fram við að rífa niður húsið er það 8 milljónir. Þetta er frekar lítið lóð, það er að segja nýtingarhlutfallið með það sem er í dag yrði ekkert mikið meira. Þannig ég tel einmitt með það mat sem við höfum fengið á húsinu að við séum alls ekki að kasta fjármunum á glæ. Ég held að þetta verði glæsileg fulltrúi fyrri tíma við götuna þegar við erum búið að laga það og gera það upp. Og þarna er þar af leiðandi ekki sammála því að það verði að fjúka. Og ég held að þarna eins og bæjarfulltrúi Kristinn benti hér á áðan, að þá er það samt líka oft þannig að þegar er búið að rífa húsin að þá sjáum við oft eftir þeim, og það hafa mörg falleg hús verið þarna rifin hérna í bænum, og ég held að við ættum að gefa húsinu meira gaum og já, mín skoðun sem komið fram, það ástanda.
Já, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir og það er Elsa Lára, bæjarfulltrúi Arnardóttir sem ætlar að segja nokkur orð. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða. Ég ætla ekki, þótt ótrúlegt sé að ræða Suðurgötu 108 að meira í bili. En ég ætla aðeins að koma þetta inn á dagskrárliði númer 12. Bæjaráði er yfirleitt alltaf í góðu skapi, alltaf voða gaman í bæjaráði. En mér langaði bara að útskýra það því ég tók það ekki nógu vel fram áðan að sem sagt bæjaráð fagnaði framtakinu og samþykkti að styrkja tónlistahátíðana 450.000 og kostnaðinum er mætt af lið 208 30 59 49 en þetta er hérna sjóður sem eru styrkir til menningarmála og úr þessum sjóð hefur verið hægt að sækja styrki fyrir ýmsum verkefnum og það hefur ekki verið staðið við þau verkefni, hefur ekki orðið af þeim þannig að þess vegna var til fyrir heimaskaga hátíðinni í þessum sjóði þannig að passa þannig og þá voru við í ekstra góðu skapi. Bæjarfulltrúin Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki, þá tökum við létta útskiptingu. Forseti, gjörðu svo vel. Ég þakka varaforseta fyrir afleysinguna og við förum í næsta mál sem er þá 10. fundarliður, hefur málsnúmerið 19.01.007. Þetta er fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2019 og hér er lögð fram ein fundargerð frá 115. fundi sem fram fór þann 17. október síðastliðinn og orðið er laust varðandi þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þar með er 115. fundargerð skóla- og frístundaráðs lögð fram. 11. fundarliður hefur málsnúmerið 19.01.006. Þetta er fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs og er hér lögð fram 112. fundargerð frá 16. október síðastliðnum og orðið er laust varðandi þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs hana heldur og er þá 112. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs lögð fram. 12. fundarliður hefur málsnúmerið 19.01.008. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og lögð er fram ein fundargerð nr. 128 frá 7. október síðastliðnum og orðið er laust varðandi þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og það er enginn sem vill ræða hana og hún er þá hér með lögð fram til kynningar. 13. málsnúmerið 19.01.010. fundargerðir Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis árinu 2019 og hér er lagðar fram tvær fundargerðir, nr. 101 frá 18. september síðastliðnum og nr. 102 frá 23. september síðastliðnum og orðið er laust þessa fundargerðir stjórnar Höfða og það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski bara örstutt af því að þeir sem fylgjast með fréttum þeir á væntanlega orðið var við það að nú stendur yfir mikill niðurskurður á Landspítalanum eða boðaðar aðhaldsaðgerðir og eina orsökum þess að spítalinn telur fulla þörf á því að spara og telur upp sem ástæðu fyrir hinu mikla kostnaðarauka, það er sú staðreynd að Landspítalinn er eitt af stærri hjúkrunarheimilum landsins og því við höfum nú verið að glíma við heilbrigðisráðherra framtíð þeirra biðrýma sem við höfum haft bæði á Höfða og síðan líka niður á spítala. Þá held ég að sé lag að við fylgjum því eftir á þessari stundu og minnum á að við getum tekið við þó nokkuð mörgum einstaklingum til viðbótar.
Takk fyrir bæjarfulltrúa Ólafur Adolfsson og bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir. Næsta mælendaskrá, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Þakka fyrir bæjarfulltrúa Ólafur Adolfsson. Það er rétt að það er mikið í fjölmiðlum núna hvað varðar hérna þá stöðu sem Landspítalinn er í og vera stærsta hjúkrunarheimili landsins. Við á Höfða erum að reka 4 biðrými til að út af fráflæðisvanda Landspítalans. Heimili eins og Höfði eru með aðhaldskröfu á sér í gegnum fjárlög núna. Heimili eins og Höfði sem að flokkast undir samtök fyrirtækja velferðarþjónustu eiga inn í fjármagn hjá Sjúkratryggingum Íslands sem að var veitt í síðustu fjárlögum upp á samtals eiga þessi heimili kringum 300 milljónir sem að Sjúkratryggingar Íslands sitja á og heimilin fá ekki af því að það er ekki tekist að ná samningum á milli heimilana og Sjúkratrygginga. En það er rétt sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kemur inn á að við í stjórn Höfða höfum verið að tala saman og við ætlum að berjast fyrir því að þessi rými verði gerð að varanlegum rýmum. Ég átti sjálf í dag samtal við heilbrigðisráðuneytið hvað varðar þessa þætti og er að byrja að knýja bara á þannig svona óformlega. Það því að við erum auðvitað stödd í fjárhagsáætlun að gera fyrir Höfða líka og það skiptir máli upp á það að við fáum vissu í málin hvort þessi rými detti niður í apríl eða ekki. Þannig að maður er byrjað að svona þrýsta á þar en við þurfum að gera það með formlegum hætti að miklum þunga á ráðuneytið. Fái Höfði ekki þessi 4 biðrými framlengt þá þýðir það 40 milljónir niður í tekjum á næsta ári. Þannig að sem skiptir gríðarlega miklu máli inn í þann rekstur sem að það er. Þannig að þessi þrýstingur er byrjaður. Við erum búin að vera í svolítinn tíma og við í stjórn Höfða vorum sammála það að taka saman mjög ítarlegt erindi og herja á heilbrigðisyfirvöld hvað það varðar. Þannig að ég tel að það væri mjög gott og það var árangursríkt síðast þegar bæjarstjórn Akraness skarst í leikinn og fylgdi málum eftir. Næstu stjórnarfundur Höfða er næstkomandi mánudag. Þannig að við bara, ég held ykkur upplýstum þetta. En pressan er svo sannarlega í gangi. Takk fyrir bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég skal bara minna það að í nýliðinni kjördæmaviku þá áttum við hér ágætisfund upp í frístundamiðstöð þar sem umræðefni voru einmitt hjúkrunarheimili og það var athyglisvert að hlusta á fulltrúa heilbrigðisráðuneytisins þar og það sem mér fannst kannski sérstaklega áhugavert var það að fulltrúinn taldi eina kannski af sterkustu ástæðan þess að þau hjúkrunarrými sem þegar væru byggð væri ekki nýtt væri vegna þess að rekstrarkostnaður per einingu væri hlutfallslega mjög hár miðað við byggingarkostnað og þess vegna væri í rauninni ávinningurinn af því að nýta eldri rými kannski ekki nema 2-3 ár og þannig að hún vildi gera minna úr því heldur en við hvað það væri mikilvægt að nýta þau rými sem þegar hefur verið byggð. En það sem ég fannst kannski athyglisverðast við framlag þessa fulltrúa á fundinum var að hún sá ástæðu til að vekja sérstaka athygli á því að ég skildi allavega þannig að ef að ákveðin hjúkrunarheimili myndu slíta sig út úr samstarfi samtaka fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu þá gæti verið eftir meira að slægjast. Allavega sá hann ástæðu til þess að vekja athygli á því að Akureyrarbær þeim hefur verið verulega ágengt í samskiptum sínum við ráðuneytið. Nú veit ég ekki hvort að við erum eitthvað tækifæri í þá áttina en mér fannst þetta sérstakt innlegg svo ég segi nú ekki meira.
fyrir, bæjarfulltrúi Ólafur Árnason. Eru fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerð í stjórnar Höfða? Svo, jú, það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúi og aðrir sem á Hlíða. Afsakaðu forseti hvað ég var lengi að rakka við mér hérna. Það sem mér finnst ótrúlega sérstakt í öllu þessu máli er Höfði rekur 70 rými fyrir utan biðrýmin. Við erum með 42 í dag á biðlista og svörin sem við fáum frá ráðuneytinu er á það veg að við séum svo vel statt heilbrigðisumdæmi að þið sjá ekki ástæðu til að bregðast við. Að það eru auð rými annars staðar í umdæminu að og það er svona sá rökstuðning sem ég var að reyna að nýta í dag þegar ég var að ræða við heilbrigðisráðuneytið að og ef við horfum líka á það að minnir er að það er ekki með þetta fyrir fram við erum með 65% af íbúafjölda umdæmisins Akraness Borgarnes og með það bara 50% af rýmum þannig að það er skekkja þar líka í einu orði tala svona yfirvöldum það að við séum sama atvinnusvæði á Reykjavík að það ekki endilega þurfa eitthvað að vera að gera eitthvað sérstakt fyrir okkur en hinbóin talar að við séum bara hluti af Vestfjörðum og Vesturlandi og það er að bera okkur saman við það þannig að minnst þetta þessi umræðu að vera alltaf að tengja okkur eftir hverju hendar í umræðinni hverju sinni ég var enda farin af fundinum bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson þegar hún vakti athygli á þessum þætti að það geti verið kostur fyrir okkur að draga okkur út úr samtökum fyrirtækja velferðarþjónustu en ég skil ekki hvað málið á að skipta hvernig rekstrarformið erum þegar þörfin er til staðar það er bara að hún er svo sannarlega til staðar hérna það er ekki mjög margir mánuði síðan það voru innan við 30 manns á biðlista nú eru orðnir 42 og í nýlegu minnisblaði sem er til hjá stjórn Höfða er það að það er í rauninni fráflæðisvandi á spítalanum okkar hér að legudagar sem að fólk er fast inni núna inni á heilbrigðisstofnuninni eru 22% af legudögunum með við þá sjúklinga sem að eru núna á heilbrigðisstofnuninni og þá erum við ekki að tala þá sem hafa látist á meðan þeirra beðið eftir plássi á Höfða hér inn á heilbrigðisstofnun þannig að þetta er svo sannarlega barátta sem er þess virði að taka og við tökum hana saman bara takk fyrir að vekja athygli á þessu Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir fleiri sem að óska eftir að taka til máls til fundargerð í stjórnar Höfða svo er ekki og við förum í næsta fundalið 14. lið hann hefur málsnúmerið 19.1018 þetta er fundargerð sambands íslenskra sveitarfélaga árið 2019 og hér er lögð fram 870. og 4. fundargerð frá 27. september síðastliðnum einhverju sem óska eftir að taka til máls varðandi þessa fundargerð svo er ekki og hún er hér með lögð fram 15. fundarliður hefur málsnúmerið 19.022 til fundargerð Faxaflóahafna árinu 2019 og hér er lögð fram 180. og 4. fundargerð frá 11. október síðastliðnum og orðið er laust varðandi þessa fundargerð það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson gjörðu svo vel Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar það er eitt mál sem ég langar til að vekja athygli á í þessari fundargerð og það er fyrsta málið en á þessum fundi var lagt fram minnisblað frá hafnarstjóra varðaði Sundabraut við höfum fengið kynningu á skýrslu
samgönguráðuneytisins eða samgöngusveitarstjórnarráðuneytisins og samtökum á höfuðborgarsvæðinu, samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu Sundabrautina, plagg sem að við erum búin að bíða eftir í nokkra hríð og gaf í rauninni kannski kost á því að það væri 2 leiðir að ræða fyrst og fremst sem að kemur til greina varðandi innkomin í Reykjavík. Það var þá annars vegar lágbrú sem liggur hafnarsvæði Sundahafnar og eða göng sem að kemur þá upp í rauninni í Laugarnesið eða skammt þar frá og þessi kosti voru sem sagt taldir álitlegastir og lágbrúin í rauninni talin verulega hagkvæmari, en það er kannski skemmst frá því að segja að í meginatriðum er það skoðun hafnarstjóra að lágbrú muni hafa umtalsverð áhrif á starfsemi Faxaflóahafna og draga bæði úr líftíma hafnarinnar og skapa jafnvel vandræði fyrir aðila sem í dag eru með athafnasvæði á hafnarsvæðinu og í rauninni má segja samkvæmt minnisblaðinu þá sé allavega ljóst að það sé eitthvað vantalið af þeim kostnaði sem að gæti fallið til af lágbrú og það var því afstaða hafnarstjórnar að skoða þessa kosti betur eða allavega leggja það til að þessi 2 kostir yrðu skoðaðir mjög nákvæmlega, sérstaklega að það kemur til greina að mögulega draga örlítið úr umfangi jarðgangagerðarinnar og breyta aðeins legu þeirra og hvar þau koma upp sem myndi í rauninni breyta kostnaðarstrúktúrnum umtalsvert til hagsbóta fyrir gangaleiðina. Það sem maður hefur aðeins áhyggjur af auðvitað er það þannig að við sem fulltrúar í hafnarstjórn við tölum auðvitað fyrir hagsmunum hafnanna þegar við erum þar, en menn þurfa kannski einhver leyti að horfa á heildarmyndina og það er auðvitað mjög mikilvægt fyrir okkur hér á Akranesi að það verði til örugg leið inn Sundabraut til Reykjavíkur. Það er auðvitað kannski meginmarkmið okkar hér. Við höfum beðið lengi eftir þessu verkefni og það er ákveðin hætta á því eins og staðan er núna að það geti orðið pattstaða í málinu. Við höfum áður gegnt lykilhlutverki hér í að leiða máli sáttaferli. Það má nú nefna samkomulag okkar sveitarfélaga hér á Vesturlandi samgöngustefnu eða samgönguáætlun sem að setur í forgang vegabætur til Reykjavíkur. Ég held að það sem er mikilvægt að ríkið og Reykjavíkurborg vinni þétt saman í þessu máli og að finna hagstæða lausn þannig að þessu verkefni verði, en þetta fari ekki í rauninni í pattstöðu eins og maður er ákveðnar áhyggjur af. Það geti þá verið í rauninni okkar hlutverk hvað þetta varðar að ýta á eftir að þessir valkostir séu skoðaðir og að við gefum mönnum ekki séns á því að fara í fílu eða hætta að tala saman. Það held ég að vera okkar hlutverk hér í bæjarstjórninni. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil líkt og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom upp og ræða hérna mál númer 1 sem er Sundabraut. Ég vil
byrjaði að taka undir allt sem bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fór hér með og hérna jafnframt lýsa því yfir ánægju minni að málið sé þá allavega komið þetta langt en jafnframt taka undir það að þarna svo staða gæti einmitt komið upp að þarna málið sofnaði enn einu sinni og það er eitthvað sem við megum ekki láta gerast. Líkt og Ólafur kom inn á, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, þá er mjög nauðsynlegt að við þarna þrýstum á það að þessi vinna haldi áfram og þessi kostir séu greindir betur. Þetta eru að hluta til gömul gögn og menn hafa bent á nýjar leiðir og nýjar nálganir hérna til þess að draga úr kostnaði og við þurfum að halda því vel að mönnum. Mér finnst líka ánægjulegt að það sé komin hreyfing á þetta mál hjá Reykjavíkurborg, eitthvað sem núverandi bæjarstjórn og held ég bara flestar bæjarstjórnir síðustu ára hér á Akranesi hafa kallað mjög stíft eftir. Það virðist allavega að vera eitthvað að vakna þar og við verðum bara, það er þá hlutverk okkar fulltrúa, mín og bæjarfulltrúa Ólafur Adolfsson innan Faxaflóahafna að halda þess allan að vakandi þar og okkar bæjarfulltrúa að gæta þess að þetta samtal á milli Reykjavíkurborgar og ríkisins sofni ekki og vera einmitt kannski þá í þessu hlutverki sáttafulltrúa eins og Ólafur komir inn á. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er fulltrúi Ragnar P. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð stjórnar Faxaflóahafna. Það er bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það var nú bara að koma hérna upp og bæta einu við það góða innlegg sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson komi hérna inn á, en svona í framhaldi af þessari bókun það sem að er kallað eftir vinnu nákvæma greiningu á valkostum sem þarna er í boði, þá átti ég samtal við forstjóra Vegagerðarinnar í dag og hún er svo sannarlega að fara að vinna málið í þá átt að þarna verði svona ábatagreining sem að muni eiga sér stað og hún er svona að undirbúa málið fyrir þann farveg, þannig að ég held að það sé allavega hérna, þá alla líkur á að málið sé að fara í þann farveg að það sé verið að halda því frá skotgröfunum og ég vona að það verði svona, og tek sérstaklega undir það að okkar hlutverk á að vera þar þannig að lausn finnist, en annars er það svo sem allt búið að koma fram, þannig ég hef ekki meira við þetta að bæta. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr. Fleiri sem óska eftir að taka til máls til fundargerð Faxaflóahafna. Svo er ekki og er þá þar með 184. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna lögð fram. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fundarmönnum fyrir góða fundarsetu og góðar umræður og segi fundi slitið.